og klárir. Herma, hvað geturðu bara sagt eftir svona leik? Víkingar eru með frábært lið og við vitum það, þeir eru á toppnum, eru meistarar. Þetta eru helvíti ódýr mörk og bara svona einstaklingsmistök, það er ekkert flókið. Þannig að það er rándýrt eða þú ert að hjálpa þeim líka við að skora, það er ekki eins og þessi ekki nógu góðu fyrir. Þannig að það sló okkur bara aðeins út á laginu og voru svona skrifuna eftir það en aðeins klöfar kannski, við komumst í ágætis stöður. Tvisvar allavega, en hildi verið í fyrri hálfleik bara urðum þá skrifuna eftir náðum ekki að stíga nógu vel á það, en ég sýndi þá breyttist það töluvert bara að við náðum að fyrsta henni tilbaka og komast í alls konar svona, já, bara miklu meiri leikur. Óánægður með þína menn í dag og einhvern veginn, þú veist, lentu bara strax snemma mjög stórt undir og það var strax brekka einhvern veginn. Já, og mína menn, þú veist, þetta eru einstaklingsmistök og það er ekkert flókið að sjá það allir, þannig en þetta er liðsíþrótt, þannig að þetta sló þetta svona liðið í heildina, það var bara staðreyndin. Jakob Brands í smá bronsaðan í fyrstu 2 mörkunum, hvað segirðu við hann til dæmis í hálfleik eftir? Hvað eru við hann fyrir hálfleik? Já, fótboltinn er svona, ég bara ræddi við það, hvernig hann leið og hvort að, þú veist, þetta var þungur hálfleikur, já, það er bara ekki spurning, þannig að, þú veist, hvort hann ekki að gera henni greiða eða líður illa inn á vellinum, en vildi bara, sýndin bara hefur ekki þarna og vildi bara keyra þetta aðeins áfram, en svona er fótboltið þetta, sýndi þetta eins og honum var bara refsað illa þarna í sín tvöskipti. Það var betið seinni hálfleik, hvað töluðum í hálfleik og hvað gerðum við? Bara stíga ofar og vera hugrakari í að pressa á sem lið og vera allir aðeins herða, það slitna aðeins þegar við vorum í pressastöðum og pressan var engan veginn nógu góð í fyrra. Það voru moment en við gerðum það ekki nógu vel, það var bara staðreynd. Það leiðileg töp á heimavelli, það á ekki þá og Þór líka. Já, það fyrir alltaf eftir hvernig þú tapar. Þór var flottur leikur, þetta var skítfullt að tapa þann leik, en við vorum með þann leik. Það var alveg staðreynd bara, en KR það var 20 mínútur sem voru öflugir, en svo vantaði upp á restina. Við byrjuðum að krafta það, þurfti að nýta mómentið þar, gerði það ekki og aftur og var refsað hérna fyrir líka svona einhvers konar klaufagang. Varnarleikurinn eitthvað áhuggefni, nefnir KR-leikinn tapir stórt og eru komnir núna í mínus í markatölu allavega. Hefur eitthvað áhuggefni af þeim? Ekki góður allan í dag heldur? Nei, það er skarði í skildu við vantar og Hólmar er búinn að vera einn besti maðurinn okkar. Markus kemur tilbaka, fyrsti leikurinn á tímabilinu, hann spilaði 60 mínútur í bikar og ekkert í allan vetur og mér finnst hann frábær í dag. Þetta lítur út fyrir að þetta geti verið bara í standi þetta hlé, að vera komnir 2 svona reynslumiklir hafsendar í liðið og það er bara oft grunnurinn að varnarleikurinn verði öflugur. Bara ekki að hörður, bara svona stána. Nei, svo auðvitað, já, hann hefur búinn að vera svo frábær hjá okkur í allt sumar, alveg geggjaður. Það er búinn að vera í. Já, ég bara veit það ekki alveg, við verðum bara að taka stöðunni í vikunni, hvernig það er. Skaginn næst sem býður ykkur úti, kannski aðeins öðruvísi verkefni, en bara hvernig líst þið núna á framhaldi? Bara stórkostlega, það er bara alltaf næsti leikur og ég veit alveg að við getum verið gott fótboltalið þegar við viljum það og allir eru on it og eins og í dag, þegar að vinna Víkinga, þá þurfa allir eiga góðan leik, fótboltaleik, við áttum okkur alveg á því og það var ekki staðreyndin en það er verið fleiri konur tilbaka og vonandi og bara meiri sanngirni þar að leiðandi, þannig að þetta er kærkomið hlé aðeins að púsla mönnum saman og bara aðeins að gera okkur klára í bara, þú veist, það er hellingur eftir að þessu og við vitum hvað býr í kleifanum og við heldum áfram ótröður og við erum spenntir eftir næsta leik. Takk fyrir.